Grassléttur er gróðursvæði þar sem mismunandi grastegundir eru alls ráðandi. Þarna er of þurrt til þess að það myndist almennilegi skógar. Það er alveg trjátegundir inn á milli á grassléttum, en þetta er mest grass. Og það er ekki nægur raki til þess að, eða of mikill raki til þess að myndist eyðimörk. Grassléttur er helst að finna í tempraðabeltinu og í hitabeltinu og skiptast í steppur annars vegar og savanna hins vegar. Og þið getið fundið sérmyndbandum steppur og sérmyndbandum savannasléttur til þess að vita hver munurinn er. Gras er algjörlega einstök lífvera vegna þess að flestar plöntutegundir, eins og til dæmis tré, þau vaxa hér, sem sagt það myndast nýjir grælingar yst á greinunum og þannig stækkar tréð. Gras vex hérna niðri við jörðina. Þannig að ef við borðum grasið ofanfrá, þá deyr það ekki. Ef við klippum tré hér, þá deyr það. En grasið gerir það ekki, þannig að við sláum grasið eða grasbítur bítur ofan af því, þá vex það bara upp aftur. Og þess vegna nær gras á grassléttum að vera fæða fyrir ofboðslega mikið magn grasbíta. Eins og við sjáum á þekktum grassléttum eins og í Afríku. Það sem eru gríðarlega stórar hjarðir grasbíta, því fylgja fleiri rándýr og það er grasið sem við heldur þessu öllu. Það er grasið sem er grunnfæðan þarna.